Já, velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég held að þetta sé 10. þáttur og það alltaf nóg að taka í fangelsmálunum. Í þessum þætti ætlum við að fara aðeins út í hvað í boði fyrir þá sem eru að koma úr afplánun, hvort sem það úr lokuðu fangelsi eða opnum eða öðrum úrræðum. Og við erum eins og venjulega með úrvalslið, Þráinn Farisveit, hann framkvæmdastjóri Verndar og Dóra Guðlaug og þú ert félagsráðgjafi og ert teymisstjóri með atvinnu og virkni úrræði Reykjavíkurborgar. Já. Yngvi Kristinn snillingur og flokksleiðtogi Hjálpræðishersins í Reykjavík. Verið velkomin. Já, takk fyrir það. Já, varðandi hvað í boði fyrir fólk sem að koma úr afplánun, þetta oft mikið áhyggjuefni fyrir fólk sem inn í fangelsum. Fólk maður sér svona, það tekur tíma fyrir fólk að komast á jörðina þegar það kemur í fangelsi og svo kannski nær það smá ró og svo byrjar aftur stressið og undirbúningur í raun og veru að komast út og það þarf að fara að undirbúa hvaða úrræði tekur við, húsnæði, vinna og það ekkert hlaupið að því fyrir þennan hóp að fá vinnu eða húsnæði og nú sumir fara beint á öglaband, aðrir fara á áfangaheimili Vernd og síðan á öglaband. Nú en aðrir fara bara beint út, hvort sem úr opnu úrræði eða lokuðu og staða þeirra afskaplega misjöfn. Sumir fara beint úr lokuðu fangelsi og þeirra fyrsta stopp eru gistiskýlin í Reykjavík og oft það svona hringiðja sem við höfum rætt svo sem áður í þessum þáttum. Þráinn, þú ert það sem tekur við kannski flestum eða ekki sem koma úr fangelsiskerfinu. Ekki flestir svona sem koma yfir til Verndar? Jú, ég myndi halda að það væri í kringum ykkur 50-55% af öllum sem inn í fangelsi fara, þeir koma í gegn á okkur á Vernd og síðan þetta líka tengingu við þá sem að fara út úr fangelsunum beint á öglaband. Það eru hópur sem kemst ekki á Vernd en þarf þá að afplána verndatíman í fangelsi en hefur síðan tök á því að fara á öglaband og þá sem sagt í tengslum við okkur þann tíma sem öglabandið á þeim tíma. Þannig að þetta stór hópur. Hverjir eru það sem ekki fá að fara á Vernd? Það enn sá hópur sem hefur þá stöð að hafa brotið gegn barni, eða þar sem kynferðislegur lögaldur 15 ára, hafa verið brotið gegn barni sem sagt undir þeim, því að barni náttúrulega aldurinn upp á 18, en kynferðislegur lögaldur 15 ára, þannig hafa verið brotið gegn einstaklinga á þeim í þeim aldri eða niður, þá hefur ekki kost á því að dvelja á Vernd. Það vegna þess að það samkomulag það í hverfinu eða hjá þeim stofnunum sem eru starfandi. Það eru leikskólar, skólar, íþróttamannvirki, kirkja og þeir sem þarna búið. Það var 2004, þá kemur upp mál sem verður þessi afleiðing af því komið. Ekki það að einhverjinn á Vernd hafi gert eitthvað sem heldur var einstaklingur sem var á Vernd, sem var notaður í svona tálbeitu aðgerð sjónvarpsstöðvar og í rauninni kallaður inn í umhverfi eða aðstæður þar sem hann var svo tekið niður og við það var eiginlega svona 10 mínútur í það að Vernd myndi bara loka. Við höfum okkur í gegnum það og í kjölfarið því var gert svona samkomla svona. Þannig að þetta alltaf voða viðkvæmt. Það þetta, það ekki? Ég meina það kom upp dæmi þarna daginn. Jú, bara staðsetningin. Við viljum ekki færa okkur eitthvað annað af því að við teljum að gott hverfi, gott umhverfi og staða Verndar eigi að vera miðsvæðis, ekki í úthverfum.
sem hluti af því að nálgast umhverfið, vitum það líka bara að fólk sem að koma á vernd, að það eru konur hérna líka, að þeim kvíðir mikið fyrir að þurfa að stíga þessi skref sem við teljum svo mikilvægt, það er að láta sjá sig, sjá aðra, bera ábyrgð og þurfa í rauninni að sjást í staðin fyrir að eins og við vitum að margir þeir fara bara út af Litla-Hrauni eða Hólmsheiði eða Kvíabryggju og fara bara beint í bæinn og enda þá yfirleitt kannski eða mjög stór hluta af þeim á sama stað. Því það hefur rauninni ekki átt neina forsendu til þess að breyta í rauninni stöðu þeirra eins og við erum að reyna að gera. Við erum að reyna að styrkja, bæta og veita þeim í rauninni þá kjörstöðu sem við viljum að einstaklingun hafi að hann hafi fengið einhvers konar endurhæfingu boðið upp á meðferð á þeim tíma sem hann er á vernd, þannig að hann hafi styrkleika og getur til þess að koma út í samfélagið. Það er hæpið með það ef við horfum á hina leiðina og þannig að við höfum alltaf kappkosta við það að reyna að halda sem bestu utan alla sem er hjá okkur. Við höfum, eins og þekki sjálfur Guðmundur, að við höfum náttúrulega kannski ekki alla putta á öllum málum. Við viljum að menn séu og upplifu það séu frjálsir en helst að þeir beri ábyrgð sjálfur og þeir vita að þeir koma til okkar að það er enginn sem kemur út af vernd aðra en þeir sjálfur og þess vegna er staðsetningi mjög viðkvæm eins og gerist daginn þar sem menn fara algjörlega offari í rauninni því að nálgast eða hafa samband við einstakling sem var í húsinu okkur, grunaður eitthvað, það var ekkert sem að lá fyrir í rauninni, þetta var bara grunsemdir og lögreglan beitir eða fer algjörlega út fyrir þann ramma sem hefði rauninni þurft að fara til þess að nálgast. Þannig að úrræðið er alltaf svo viðkvæmt og þetta fekk maður fullt af símtölum eftir þetta. Algjörlega, ég man alltaf eftir einu atriði sem kom hann upp fyrir mörgum árum og þá var einn sem var á vernd og hann hafði pantað pizzu og borgað með fölsunum seðli og það komu einmitt örugglega tugir lögreglumanna og einhverjir nokkrir lögreglubílar til að sækja hann. Þetta var svolítið svona, þetta er svolítið ýkt viðbrögð. En við höfum haft í rauninni svona, að þetta gerist mjög oft, þá höfum við haft svona samskipti við lögregluna að fara gætilega að koma ómerktum bílum, koma inn á lóðina þannig að stugga ekki við umhverfinu. Við höfum ekkert annað en gott að segja af umhverfinu en það eru öll augu á okkur. Hvað eru margir yfirleitt svona? Það eru svona kringum 20 svona meðaltali og eitthvað svipað á ökklabandi sem við erum með. Mikið bót að láta vernd taka það til dæmis. Já, þannig að þið eru að fylgjast með þeir sem eru á ökklabandi. Já. Þannig að þið þjónustið það. Já, alveg frá. En það getur örugglega verið erfitt líka fyrir fólk að koma á vernd. Ég meina það er ekki ljósmyndarar oft bara að bíða eftir mönnum og það hefur allan að komið fyrir. Já. Það var sérstaklega þegar þessi stóru bankamál voru, þá var og það var svolítið skrítið að því að við höfum náttúrulega verið með marga inni hjá okkur á hverjum tíma sem kannski hafa tekið líf annara. En þegar bankahrunnin voru og menn voru að koma þá var húsi grýtt eggjum, þá voru mótmæla spjöldum stungi í lóðina, það komu menn og bönkuðu upp á sem aldrei hefur gerst hvorki fyrir eða eftir. Þannig að og þá voru ljósmyndar í bílum og einkennisklæddir menn út á staur sem voru að reyna að fá undirritun pappira, þannig að þetta var mjög skrítið ástand. En sem betur fyrir höfum við samt svona gott samkomulag eins og ég reyna alltaf að benda á. Við erum að aðstoða fólki, við erum að reyna að koma í veg fyrir að fólki sem kemur í gegnum okkur komi aftur inn í fangelsin og við verðum sem samfélag að bera ábyrgð á því og við þurfum að standa í fæturna til þess að standa með okkar fólki. Við erum að þjónusta þennan hóp og þess vegna þurfum við að taka stöðu með þeim. Og við höfum alltaf gert það í öllu tilvikið. Það er alveg sama hvernig ásýnd okkar er. Þannig að við höfum verið mjög duglegi í því. En hvað getur fólk verið lengi hjá okkur? 18 mánuði. Það eru 30 mánuðir í heildina sem við höfum utanumhald með þeim sem eru lengst. Þannig að það er langur tími. Það er langur tími. Já, ég þekki þetta. Ég hef verið held ég allan þennan tíma, ekki?
30 mánuði. Jú, líklega, nei, þú varst 16 mánuði. Var ég 16? Já, 16 mánuði á 2 mánuði minna, 28 mánuði. Það búið lengi þetta enn frekar. Þú þekkir það að ég er búin að vera að berjast við kerfið í sambandi við þetta að það voru 3 mánuðir, 6 mánuðir, 9 mánuðir og alltaf þegar ég reyndi að hækka þá var alltaf sagt en þetta gengur ekki, þeir geta ekki verið svona lengi. Ég meina, ég get alveg viðurkennt að maður er orðinn svolítið þreyttur, sko, þegar það fer að líða á, sko. En svo erum við með svona gott fólk eins og Dóru sem að... Og ég glemdi að segja mér frá því, þú ert í hússtjórn, Dóra, þú ert í hússtjórn Verndar. Ég er í húsnefnd Verndar, búin að vera alltaf 3 ár held ég. Og tengiluð þá væntanlega við Reykjavíkurborg eða eitthvað svoleiðis? Já, við erum sér 2 tengilegir, ég og Alma, og við skiptast á að setja fundina. Og þá erum við, þannig að eru Reykjavíkurborgar stærsta sveitarfélagið og það eru stór hluti þeirra sem eru á vernd, eru með lögumil þar. Bara 60%. Já, þannig að við erum svona ráðgefandi varðandi bara réttindi og alls konar sem snýr að þeim sem koma þarna. Já. Og þú veist að koma úr afplánunni bara örugglega mjög yfirþyrmandi og erfið reynsla og ennþá meira þegar er ekkert sem tekur við og viðmótið er neikvætt. Þannig að margar ástæður fyrir að fólk á bara erfitt með að aðlagast. Getur verið með lélegt stuðningsnet og bakland og húsnæðisvandi, neysla, fordómar og allt þetta. Þannig að þið eru í teiminu sko að velja fólk inn eða má segja svo, eða svona að fara yfir umsóknir og meta og kannski biðja að það séu lengri eða aðilin fari fyrst kannski í opið úrræði eða eitthvað að hann að komi. Þið eru svona í þessu að meta þetta, eða ekki? Það er eiginlega búið að gera það svolítið áður, þegar ekki... Já, stundum kemur þetta fyrir að eins og var bara á fundi í gær sko að vera að ræða einhverja tiltekna einstaklingar sem að liggur ekki alveg klárt fyrir hvort að hæfni þeirra eða geta er til staðar og þá þarf að hugsa heildar hlut þeirra sem er til staðar og að það sé ekki verið að velja fram yfir öryggi annara inn í húsi og svona, þá er húsnefndin auðvitað til þess að ræða þau mál og svo eins og Dóra er í húsnefndinu þá ef það eru mál sem er að koma inn og við höfum ekki allar upplýsingar og þá hvaða þjónustur þetta veita og hvort að við komandi sé á leiðin í einhvern úrræði og svona þannig að Akkurat, og hvað hann er stattur bara hvort að sé með lögheimili í Reykjavíkurborg og alls konar slíkt. En hvernig er með, segir mann sem er lögheimili í Reykjavíkurborg, er þið aðstoð þá fólk við að fá vinnu eða sko, hvernig? Fólk er náttúrulega komið flestir með vinnu sem eru þarna koma inn í vernd, en okkar náttúrulega einskor svolítið við það þá sem er að rétt á fjárhagsaðstoð, þannig takmarkast okkar við ef fólk á rétt á, ef þeir eru að koma út og eiga rétt á fjárhagsaðstoð og eru ekki konum með vinnu, eru jafnvel í sjálfboðavinnu þangað til, að þá er hægt að vísa þeim í atvinnuvirknimiðlun á teymi hjá okkur eða til EPS sem er líka úrræði hjá Reykjavíkurborg. Það er líka aðstoð fólk á atvinnunet og það er svona meiri þéttari stuðningu þar. Þið eru með hjá Reykjavíkurborg fullt á úrræðum eða ekki, þið eru sjálf með áfangaheimili, þeir eru með grettistaki sem að mjög margir fara í held ég úr afplánunum. Það er þannig fyrir nokkrum árum síðan þá voru þessi úrræði sett undir einn hatt hjá Reykjavíkurborg undir virkni hús og þar erum við með grettistak sem er endurhæfing fyrir fólk með fíknivanda og er í bata, er búið að ljúka meðferð. Við höfum líka tekið þá sem að hafa verið að koma að meðferðargangi á Litla-Hrauni. Síðan erum við með atvinnuvirknimiðlunarteymi fyrir þá sem eru vinnufærir og EPS teymi sem er fyrir þá sem að eru vinnufærir og þurfa kannski aðeins meiri stuðning. Síðan erum við Tinnu sem er fyrir einstæða foreldra, það sem er svolítið verið að fókusa á börnin og verið að rjúfa þennan vítarhring félagsleira allt þetta. Svo erum við með 2 áfangaheimili líka fyrir kalla og konu. Það er Brautin, það er fyrir kalla og þeir sem eru þar eru allir líka í grettistaki. Svo erum við Njála sem er á Njálsgötu, það er fyrir konur sem eru það sama. Það eru allir sem búa þar eru í grettistaki. En hvað er grettistak? Grettistak er endurhæfing, hún er hugsað sem 18 mánaða endurhæfing. Það sem verið að vinna bara í batanum, tengslanetinu, stuðning sem hefur hjálpaði við skipulagningu, komast í nám eða vinnu. Í raun bara allt sem snýr, allir þessi grunnþættir sem að fara kannski svolítið í rugl eftir langa neyslutíma. Bara svefn og næring og hreyfing og allt þetta. Þannig að vera að vinna svolítið með grunninn og síðan þegar fólk er komið, við gerum ráð fyrir að fólk sé með smá jafnvægi þegar kemur til okkar búin að vera edrú
í smá tíma. Þannig að við höldum áfram með það og síðan fær fólk stuðning til þess að fara í skóla eða vinnu eða í einhvers konar frekari endurhæfingu. Stundum grettistak ekki eina sem það þarf að vera í hugarafli eða geðteimunum eða fara í svona meiri háttar áfallavinnu. Þá það líka svigrúm til þess. Já, þegar við hjá Afstöðu vorum eitthvað að sinna svona vinnumálum, reyna að útvega vinnu fyrir fólk sem var að koma á plánuna, þá það gæti stundu verið mjög flókið og erfitt og á alls konar hátt, sko. Bæði var erfitt að fá fyrirtæki til að taka fyrrverandi fanga í vinnu og svo náttúrulega var fólk í misjöfnu kannski standi og svo bara það að fara með fólk og fá atvinnuleysisbætur eða það var bara þrautin þyngra, sko, að fá fólk til að fara inn á stofnun, sko, til að sækja það. Já, og akkurat líka verið með vinnu inn í fangilsunum, þá ertu ekki safnaður inn réttindum neðstæðar. Þannig að oft það bara fjárhagsaðstofun sem að fólk á rétt á, sem náttúrulega bara tímabundið úrræði og neyðaraðstoð sem á að vera hugsað sem tímabundið. En í mörgum tilfellum langtíma? Já, fólk endar oft bara hjá okkur að vera í jafnvel mörg ár. Já. Meðal annars út af réttindaleysi og fordómum og sektum og allt þetta sem að hamlar fólki eða mikla skuldir, þá erfitt að fara líka út á vinnumarkaðinn. Ég get líka bætt því, sko, að Vernd hefur náttúrulega alltaf verið með einhvers konar, sko, vinnumiðlun. Við erum náttúrulega með fleiri hundru fyrirtæki sem að við erum með velvilja inn, þannig að það hefur mínu viti aldrei verið neitt vandamál að fá vinnu fyrir þá sem eru nú Vernd. Og svo það náttúrulega starfsendurhæfingin, þessu Rauðikrossinn og svo eru menn í Grettistak og Virk, Hugarafli, þessum kerfum sem við höfum góð tengst við. Já. Ég held, sko, einmitt, sko, allavega mér sýnist, sko, það svo margir orðið núna að vinna í þessum málum hér og þar. Allir að keppast einhvern veginn innbyrðis líka. Og ég hef svona verið að hugsa þetta undanfarið, sko, að það eiginlega að fara að koma tíma á að það verið meiri samvinna á milli allra þessa aðila. Ég held að það sé eitthvað sem þarf. Við erum að sjá að það er mikil sérþekking á ýmsu stöðum hér og þar, en allir að vinna út í sínu horni og það er náttúrulega allir að keppa við þessa litlu aura sem er verið að henda út í styrki, sko, fyrir sjálf og þriðageran. Þannig að Svo er náttúrulega bara flókið í þessu líka þetta, það er að vera vanda sig og vera góður í því sem maður er að vinna með. Maður getur ekki verið allstaðar, en það er klart mál að það er að gera miklu betra hafið maður svona stuðningsnet af samtökum eða stofnunum sem er að vinna í suma átt. En það verður alltaf svolítið mikið sérhæfing. Við þurfum að horfa í bara sameiginlegt markmið okkar allra sem vinnum með hana er bara að þáttaka í samfélaginu, því fleiri sem taka þátt í samfélaginu því betra verður samfélag okkar. Við græða allir á því að það séu fleiri sem eru þáttakandur í samfélaginu, hvort sem í skóla eða vinnu eða endurhæfingu, og bara það sem ekki vannýttur auður í fólki sem er verið að horfa fram hjá þegar er ekki verið að horfa á þennan hóp. Við höfum stundum verið að skella fram einhverjum fullyrðingum sem við vitum kannski ekki alveg hvort það sé alveg rétt, en það er að yfir 60% þessi fara í fangelsi verða á varanlegri framfærslu ríkis eða sveitarfélaga sem eftir er ævinar. Og þetta er svona meira byggt á tilfinningum og svona kannski hvernig við sjáum og hvar við erum að sjá fólk, sko, svona verið að reyna að taka þetta saman, en ég held að sé samt mikill hluti, eða stór hluti sem fer úr fangelsi sem að endar bara varanlegum framfærslu hjá ríkinu eða sveitarfélaginu, og það er náttúrulega ekki gott að því að, sko, ég vil meina það að þegar þú ert búin að vera í stuttan tími fangelsi, þá byrjar að missa ákveðin svona hæfileika og félagslegt svona aðlögunarhæfni, eða þú verður meira félagslega einangraður inn í fangelsinu og átt erfiða með að sækja hluti og fara að sækja vinnu eða fara að gera eitthvað, sko. Þannig að þetta er svo, í mínum huga er þetta svo skýrt, það er svo auðvelt að laga þetta, en það er einhvern veginn ekki gert. Það er líka bara svona því samfella í þjónustu. Við erum með félagsrákja innan fangelsana, við erum með félagsrákja á sveitarfélagunum,
en það oft þannig að leiður farin frá sveitafélaginu inn í fangelsi þá ertu komin í ríkið. Og sveitafélag skiptir ekki að því má það ekki, það alls konar svona þættir sem að skipta líka máli. Það þarf að vera meiri samfella, við þurfum að hætta að vera einhverju svona. Algjörlega, þetta eru gráu svæðin sem að svokölluð, sem að ríki og sveitafélagin er alltaf að rífast og við höfum aldeilis verið að reyna að benda á þau. Við erum núna með tengilið við alla þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar af stað. Þannig að en það hefur samt, það er svona ýmislegt lagast kannski í þessu en ég Yngvi, þú ert nýr meðlimur í vettvangsteymi Ástríðu. Já. Kemur inn sem sálgætir. Heitir það ekki Sálgæsla. Já, einhver sagði sálgætir, þetta heitir það, sálgæsla. Já. En ég var einmitt ekki sjálfur viss hvernig átt að orða þetta. En kannski skipti það nú, kannski ekki allir máli. Það var faglegur stjórnandi okkar sem að kom með þetta orð. Já. En þetta er eitthvað sem hefur vantað og er að vanta mikið. Og þið eru, að því ég veit einmitt fá þig líka til að við getum rætt hvernig, að þið eru svo stóri í þessu annars staðar en á Íslandi. Já. Svo sem hjálpræðisinn á Íslandi er mjög lítill, bara per se. En ég var svona, akkurat þegar við byrjuðum og ég hugsaði með mér, hvað er ég að gera? Ég sagði það nú, veit ég. En síðan þegar við byrjuðum, þá hugsaði mér, ég er gaur, hjálpræðisinn tekur við hinum sem að ekki fara í þessi úrræði sem við erum að tala um hérna undan. Þessi gaurarnir og þá meina ekki sem hefur eitthvað með Kína að gera, heldur þeir gaurarnir sem fara bara beint niður í bæ, þú veist. Og þeir koma einmitt til mín. Þeir eiga ekki neitt að vantar föt og þegar þeir vantar mat og þegar vantar einhvern til þess að hlusta á eða heyra, láta hlusta á sig þar að segja. Og vantar svona ýmislegt og þar á meðal sálgæslu eða gætir, ég veit ekki hvernig þetta beigist nú svona, en það skiptir svo mikið máli. Og það er bara, þú veist, það hefur verið mér svona alveg bara frá því ég byrjaði og áður en ég byrjaði að vinna fyrir hjálpræðisinn þegar ég vann í borgarvörðum að þá voru þessi strákar fyrstaklega hérna í bæ fyrir 10 árum síðan að þá hitti maður á og síðan hurfuðu þeir í smá tíma og síðan komst maður að því eftir kannski 4-5 mánuði að þá hafðu þeir skroppið hans austur fyrir fjall og voru sem bara komnir aftur á sama stað og boltinn byrjar að rúlla aftur og það er þetta, hvernig getum við sem samfélag brotið þetta upp sko. Ég hef oft líka hugsað núna undanfarið það líka bara fyrir hvernig það er fyrir fanga sérstaklega svona stráka sem eru kannski er að eignast barn jafnvel og verandi í fangelsi og hafa aldrei lært og veit ekki hvernig það er að haga sig sem faðir. Hafa kannski ekki góða fyrirmyndir. Og hafa enga fyrirmyndir kannski. Nei, akkurat. Og eða þá slæmar. Og hvernig, hvort það sé eitthvað líka sem að við getum sem samfélag líka staða okkur betur í. Akkurat, stundum er þetta ekki endurhæfing, heldur bara hæfing. Já. Í raun og veru bara að kunna vera í samfélagi og í samskipti við fólk. Þetta líka bara að því að sagan mun líklegast endurtaka sig þegar þú ert kannski barn og elst upp við það að pabbiðin er alltaf inn og út úr fangelsi og er það þá ekki bara fyrirmyndið þín? Já, félagslegi arfurinn sem við erum að vinna í að rjúfa. Já. Sem er bara mjög flókið og erfitt að eiga við. Og ég held að það sé bara eitthvað sem við þurfum að fókusera meira á. Og fólk átti sig á því bara að þessi útilokun og einangrun líkur á frekari afbrotum. Já. Það við séum ekki að taka fólk inn í samfélagið er bara að fara að kosta okkur meira. Já. Nákvæmlega sko. Svo er náttúrulega eins og þú segir þú fæðist stundum bara þannig inn í þannig fjölskyldu að ég var einmitt að reyna að átta mig á að því að heyrði tölur hvað var margir til dæmis með framheilaskaða í fangelsum og ég var ekki alveg að átta mig á þessu. Ég tók undir þetta og var svona að reyna að lesa mig fyrir en ég var ekki að átta mig á hverju. En svo með reynslunni og þá sér maður að þetta fólk sem er kannski mikill í neyslu og það er stöðugt að detta og fá höfuðáverka. Það er verið að lenda í líkamsárásum stöðugt og við höfum heyrt dæmi sem menn fæðast með framheilaskaða því
að faðirinn hefur lamið móðurina, skilur veist, rólétt, sko. Þannig að sko, þetta eru erfiðir hlutir og þarna áttaði maður sig á, já, út af hverju, veist, eru allir með hennar framheila, sko. Já, hann kemur líka náttúrulega af því að eins og með kannabis neyslu, þá er svona öll neysla hægir á öllum þroska. Sérstaklega hjá yngra fólki, sko. Já. Og svo er þetta líka bara eins og við höfum verið að ræða, það er náttúrulega hópu líka sem bara mikla þroskaskerðingar eða hæfni þeirra til þáttöku í samfélaginu er bara mjög takmörkuð og þannig að það vantar auðvitað meira utanumhald þessi einstaklinga. Það er að og svo náttúrulega ef maður tala bara íslensku þá eru náttúrulega bara fangelsi náttúrulega það sem þar er inni, það býður ekki upp á neitt annað en bara niðurbrot, einangrun, ofbeldi og kvíða, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvíg. Þannig að kerfið sjálft eru þetta líka að mörgu leyti að hafa áhrif á það hvað svo. Þú situr í fangelsi í þó að sé ekki nema 1 ár, ég tala ekki 10 ár, sko, að hvaða áhrif hefur það á færniðina til daglegra þarfa og aðra hluti sem að tengjast í hvað þú ætlar að gera. Og við sjáum það auðvitað líka bara að það skuli vera hægt að vera í inn í þessu kerfi og hafa enga kröfur það hvort að menn vakni eða geri tiltekna hluti. Það er bara vísir á allt það sem við erum að tala sko, sem rútína. Já, eins og ég stundu sagt, ég fengi að ráða. Það bara... Við ætlum að fara í það á eftir, hvað við viljum. En ég er svo forvitin til dæmis það sem hjálpræðisinn er að gera annars þar eins og í Noregi. Ég hef sjálfur verið að fara til heimsóknir og skoða úrræði erlendis og svona reyna að átta mig á hvað við þurfum að gera hér og ég hef alltaf verið mjög lengi í samskiptu við ykkur og við höfum svona verið að ræða alls konar hugmyndir og ég hef verið að reyna að forvitnast hvað þeir eru að gera í Noregi. Þú veist, hjálpræðisinn er mjög sterkur í fangelsismálunum í Noregi. Já, eða þú veist, ég myndi ætla það, já, við það sem ég þekki til, en við, þú veist, erum með þá kapelána sem eru svona þessi sálgæslu aðili og í sumum fangelsum hreinlega eru foringjar í hjálpræðisinn sem sinna þessari vinnu sem að labba nú bara með lyklana í hendinni sko, eins og bara fangavörður líka við sko. Mjög eitthvað svolítið skrítið en fangelsin eru líka mjög misjöfn og æði mörg sko í Noregi og misjafnlega lokuð eða opin. Ég hef farið bæði í lokað fangelsi og mjög opið fangelsi og þar er mjög misjafnt hvernig samvinnan er sko en hún er náttúrulega bara beint við ríkið sko sem að hjálpræðisinn semur við, bara svona svipað og þjóðkirkjan semur í rauninni við nema hvaða þar eru við að tala kannski, ég held að sé það er kringum 15-20 manns frá hjálpræðisinn sem sinna eingöngu þessu, engu öðru og vítt og dreift Noreg hver og einn kannski er bara með þá svæði og oftast fleiri en einn sko en ekki það við erum með teymi af fólki sko sem að vinna þá saman. Eru þið með housing first þar, eða svona húsnæði fyrst? Ekki hjálpræðisinn sem að svona, nei. En við höfum verið með svona, til dæmis eins og það hefur verið náttúrulega mikið í þar erlenda afbrotamenn, svona svipað og kannski við sjáum hér. En það hefur verið þetta Safe Way Home sem að hjálpar þá mönnum að komast heim eftir kannski að vera tekin með eitthvað sem að hefur orðið til þess að þeir voru dæmdir í vist og það er að komast heim án þess að fara inn í hennan sama pakka og rauninni sendið á til Noregs á sínum tíma. Ég brjóta upp. Við varum eitt í Finnlandi þar sem við vorum að skoða úrræði, bæði virkni og húsnæði og annað og ég var mjög hrifinn af Finnlandi og þeirra stefnu og það sem að stefna í fangelsismálum er byggð á
vísindum og mannúð en ekki stjórnmálaskoðunum. Og þar fórum við heimsókn til systur samtaka Afstöðu og þeir eru með 103 starfsmenn á launum við að sko vera jafningjar, vera með jafningjastuðning og ráðgjöf. Fannst mér alveg frábært sko, og þetta er bara eitthvað sem við verðum að ná í gegn hér líka. Þetta er sko, ég meina, og það er tilgangur með til dæmis vettvangsteymi Afstöðu, að það er ráðgjöf og stuðningur jafningja sem er í bland við fagfólk og ég er svo stoltur af vettvangsteyminu sko, því að nú er það orðið svo öflugt og við erum konum með 2 geðhjúkrunarfræðinga og 2 hjúkrunarfræðinga og við erum með félagsliða, þroskaþjálfa, áfengis- og vímuefnaráðgjafa, 3 félagsráðgjafa, 2 af þeim voru að vinna hjá Fangelsismálastofnun og þannig að við erum svona, veist, og svo er Yngvi sálgætir og þannig að sko, svo er þetta í bland við sem sagt svona, verðum að segja sérhæfða jafningja sem og markmiðið með þessu er líka að halda rosalega vel utan hópinn og við ætlum að reyna að fara að byggja svona upp ákveðna samtalstækni, það þarf að vera handleiðsla fyrir hópinn því að þetta tekur rosalega á að fara inn í fangelsinu og ræða við fanga, það eru svo endalaus vandamál sem eru í gangi sko, þannig að en ég meina, veist, og við komum alltaf inn á þetta húsnæði, atvinna, mál í kerfinu sem er kannski okkar helsta vandamál í dag kannski. Við höfum svo rætt það sko. Það er svolítið líka, þetta er bara eins og þú kannski sagðir hérna áðan, spurðir housing first og ég held við komum alltaf, og það er alveg saman hvort við erum að tala fólk sem er að koma á fangelsi eða fólk sem er bara, heimilislaust fólk annað, að það þurfa allir á þessum grunn pakka sko, sem er fyrst og fremst náttúrulega húsnæði og síðan byggir og vona það. Hvað, veist þú eitthvað, Dóra, er Reykjavíkurborg eitthvað að vinna í slíkum málum, veistu það eitthvað? Ja. Í housing? Já. Ég er ekki best til að svara því, kannski betra að fá einhvern annan í það. En mitt varandi bara sakaskrá og atvinnuleit og það hefur svolítið komið upp bæði í Grettstaki og í atvinnumiðluninni að fólk svona, það er hrætt við fordómana sem mæta þeim og það eru fullt af störfum sem krefjast ekki endilega þess að sért með reynt sakavottorð. Þú veist, af hverju skiptir það máli? Og stór fyrirtæki og stofnanir, þú veist, þurfa þess að skoða þetta hjá sér líka. Auðvitað þarf að gæta öryggis þegar þú ert að vinna með börnum og í umönnunarstörfi og fleira, en fullt af störfum krefjast ekki ef þú þurfir reynt sakavottorð. Eftir líka bara hvaða brot eru á, þú veist. Já, við sjáum þetta að fyrirtæki eru ofta að auglýsa reynt sakavottorð og við höfum gert það mjög oft en þurftum að gera meira því að senda þeim tölvupósta og biðja þeim að breyta þessu og sumir hafa tekið mjög vel í það, aðrir ekki en veist, eins og til dæmis ég minnst á það áður að Reykjavíkurborg er með þetta svolítið á faglegan hátt sko, þeir auglýsa reynt sakavottorð í samræmi við lög og reglugerðir Reykjavíkurborgar en sko fólk samt miskilur það sko, það bara sér þetta bara á reynt sakavottorð samræmi við lög og heldur þá að það geti það ekki sko, en staðreyndin er að það geta allir sótt vinnuna skilur, síðan er bara er þetta metið en hvernig er þráin á vend, eiga menn erfiðleika með að útvega sér vinnu? Nei, bara alls ekki sko og ég hef bara ekki eins og velt huganum að þessum atriðum ég held að sé nú fyrst og fremst sko að reyna að byrja einhver staðar sko ég myndi halda að sko kröfuna til atvinnuþátttöku þegar þú ert komin í það að fara að ræða sakavottorð þá ertu kannski komin með hópinn kannski lengra heldur en ég þóri best að vona í því að reyna að hefja endurhæfinguna í þessa átt sko að því að það er þú veist bara að byrja á dekkjaverkstæði í einhverju stóru byggingafélagi þrífa íbúður eftir að það hefur verið byggt og svo framöndu götunum allt þetta sem er svona bara smávægilegt löndun, lestun, höfnin öll málinga fyrirtækin þú veist sem eru með alveg og svo framöndu götunum að bara þessi skref þú veist, eins og ég segi sko bara vakna, skeina sér, tannbusta sér, fara í sturtu, fara út í daginn bara rútínan þetta er það sem skiptir öllu máli fyrir það Já, og eins og segir byrja einhvers staðar, það er miklu auðveldara að fá vinnu ef þú ert í vinnu Já, nákvæmlega og við höfum þetta séð alveg ótrúlega breytingar alveg frá því og það er eitt sem ég hitti nú reglulega sem var á vend
var alveg síðasta sort eins og hann segir sko, fer svo í samhjálp í eldhúsinu og leist ekkert á þetta og tómi vesinu og svona. Síðan hefur, held ég, frændans eða einhver samband við okkur sem hefur svo samband við hann og býður hann vinnu í mála eitthvað, þú veist, og ég held að hann var ekki litist á það heldur sko. Svo að líða árin og hann bara með sitt eigi fyrirtæki og komið með fjölskyldu og með stráka í vinnu frá mér og þú veist, þetta náttúrulega bara, þið sjáu þú veist, þetta reyndar auðvitað vandinn fyrir svona stráka, það þetta það að þurfa að vera að borga mönnum fyrir meistara hlutan og það auðvitað hluti af þessari fordæmingu sem að okkar fólk hefur. Að það eru menn sem misnota sér aðstöðu sína gagnvart þeim að því að þeir get ekki sjálfur komið sér í gegnum skóla því þeir, eins og góð saga segir sko þegar farið var í skólan og ætlaði að fara við meistarann og þá kom þessi spurning, þessi skemmtilega sko, ertu ekki með stúdentspróf í dönsku? Og nei, þá hefur ekkert hér að gera sko. Eins og það sé aðal málið varandi svona hluti. Þú veist að það vantar svo margt inn í kerfið til þess að geta borið þessa einstaklingu uppi. Þannig að þú þarft að vera að vinna, vera með einhvern falskan skráðan meistara á verkiðin, greiða honum fyrir það og í mörgum svona hlutum er þetta ekki gott. En þannig að byrja smátt. Og það eiginlega lykillinn að því að það þannig að flestir þessar einstaklingar sem að koma í gegnum kerfið, þeir hafi í rauninni ekkert verið í vinnu yfir höfuð. Þeir hafi ekkert verið að vakna og fara út í daginn. Það hafi ekki verið neina kröfur eins og ég kalla úrræði verndar skilyrt fullnusta og ég myndi vilja sjá hana skilyrta með miklu meira og stífara hætti inn í fangelsunum líka. Það er að segja að þú færist ekki á milli kerfa inn í fangelsunum nema að uppfylltum skilyrðum þáttöku í tilteknum hlutum í framhaldi af plánunni. Og þegar þú kemur á vernd þá undirritar þú bara samning sem í settir þættir sem að passa og við það að gera það þá ganga menn að samkomulagi og þeir eru þáttakendur í því og þeir eru miklu líklegir til að taka þátt í því að móta framtíð sína að því þeir eru þáttakendur í því og stundum hefur maður sagt sko ef maður ætla að velja vinnuna fyrir viðkomandi þá lendur strax í vanda að því þá segja menn nei, mér langar ég eitthvað ef þú afhendir 2 vinnur og hann fær að velja þá eru allir vegið færir. Þetta er svolítið svona. Þannig að þú þarft að hafa geta haft áhrif á framvindu mála sjálfur með svona þáttöku og vernd hefur í rauninni og ég segi sko, ég ætla ekki að vera að mæra vernd eitthvað meira heldur en það, ég veit bara að þetta er gott úrræði og menn horfa erlendis frá og skilja ekkert í því hvernig er þetta að reka svona úrræði eins og þetta, meðal annars það að þeir sem þar eru, þeir borga viðvörugjald borga fyrir mat og þjónustu og allt það sem það er inni sem bara hluti af því sem við gerum út í samfélaginu sem er bara mjög eðlilegt að mínu áliti en mönnum finnst bara stór undarlegt þegar þeir horfa til okkar. En þarf ekki að stækka vernd? Þarf ekki nýtt húsnæði og leyfa fleirum að þetta er alltaf þetta vandamál með fangelsin að það er alltaf verið að endurnýja, gera upp, færa á milli, boðunarlistin er ekki nægilega skilvirkur og svo þannig að við erum alltaf í sömu stærð og við höfum auðvitað verið að reyna að lengja tíma til þess að fækka dögum, eins og ég segi alltaf, reyna að fækka dögum í fangelsi. Auðvitað vildi maður líka sjá að menn getu með einhverjum hætti haft áhrif á það hversu langan tíma þeir geta verið fyrir utan í opna með því að hafa áhrif á fullnustuna inni eins og við þessar stundir sagt að það fengir svona kort, eitthvað premjukort þar sem þú safnar tilteknum dögum sem safnast upp að því þú tekur þátt í að vera í skóla, vinnu Svo hvata kerfi og það sé svona eftirsótt að komast í næsta skref akkurat, ávinnur þeir réttindi. En þetta er það sem við höfum líka rætt bara með fangelsiskerfi sjálft að það þarf að vera gulrótarkerfi það er bara, hefur við ekki náð inn í kerfið ennþá en hvað með Dóra með árangur, ég meina er mikið brottfall úr grettistæki eða vernd eða veistu það? Sko í grettistæki það er alltaf svolítið í upphafi það hefur verið tekið inn fleiri en eru pláss fyrir því að það er alltaf einhverju sem er ekki alveg tilbúnir þegar þeir byrja og þetta er bara eins og annað, þú sinnir þessu þá myndu uppskera og græða á því bara að vera að mæta og vera í batanum, ekki bara mæta til þess að fá mætingu heldur taka þátt þetta er bara hafa mastersritgerðir verið gerðar og rannsóknir og sem sýna bara fram á það og flestir hjá okkur fara í frekari virkni þá
það er alltaf markmið okkar að bæta líf fólks. Og mér langar svolítið að tala um það sem við komum svolítið fram, hamlar fólki þar í vinnu að komast í vinnu er mitt sakaskráin. Og ég hef oft sagt fólki bara að leiðbendi með því að vera heiðalegt. Það er alltaf langbest. Það er að googla þig oft, þannig að frekar að vera heiðalegur og síðan segja frá því jákvæða sem það verið að gera. Já, ég nýtti dvölina í áplánun til þess að byggja upp tengsli börnum mín. Ég fór í nám, laukina einingum. Að vera heiðalegur en segja líka bara kalla fram að jákvæða sem þú er búin að vera að gera síðan. Hvað gerðist á þessu 2 árum eða ári? Það er mjög mikilvægt og líka bara orðanotkun svolítið. Maður heyrir ofta eitthvað, já, hann er hérna fyrrum fangi. Og það fylgja þeirra eilífu. Skilgreiningar. Já, ef við varum einhvern veginn verið nemir, það bara fyrrum nemi. Já, það er svo mikil fordómar stimplun í því að vera fyrrum fangi. Mig. Ég er náttúrulega alltaf að berjast fyrir þessu að menn noti rétt orð og hugtök. Því að ef þú gerir það ekki, þá erum við ekki að ná árangri. Við erum með dómþola, við erum ekki með fanga á vend, og þegar við förum að tala menn sem fyrrverandi fanga og við erum að tala að við sem að hjálpa þeim, þá erum við í óþökk þess auðvitað að tala gegn því, að við erum að tala fyrrverandi fanga. Og það er spurningi hvaða orð eða hvernig hugtök eru notið í svona, en það skiptir rosalega miklu máli eins og þetta segja. Þú veist að við hættum að tala í þessa áttir, Og ég sá mér nú til mikillar hamingju að í þessari grænbók sem á að fara að skrifa, þá tala menn núna endurhæfingu. Í staðið þess að nota hugtök sem eru gömul og gildislaðin og í rauninni komið veg fyrir það að við fáum þjónustu sem er í hæfi við það sem við erum að tala um. Ef við erum að tala um meðferð, þá þurfum við aðila að því að veita meðferðina og þá eru þeir skilgreindir sem slíkir inn í það sem við erum að vinna með og ef við erum að veita endurhæfingu, þá þurfum við fagaðila þar á bakvið. Í dag er ekkert svoleiðis í fangelsunum að því við erum alltaf að tala um allt annað og fáum í rauninni engan stuðning eins og ég hef svo margoft sagt og þannig að og ég segi alltaf við strákana þegar hringja að segja, ég er ekki með vinnu, það segi ég alltaf herðu, ég er með 3 aðila, hringdu en segðu þeim hvar þú ert, hvert þú ert að fara og það mun alltaf hafa þau áhrif að þú fáir annarkvæmt hluttekningu eða bara því miður þá treystu okkur ekki og það er bara alltaf best að vera heiðarlegur og það lýsir sér í því að atvinnu þáttaka þeirra sem eru á vend er bara mjög há. Eitt af því sem að ég heyrði þið tala um að Dóra að það er einhvers konar úrræði fyrir foreldra, eða ekki? Jú, það er þetta er Tinna undir virknahúsi í Reykjavíkurborg. Það er verið að fókusa mitt á að sé ekki þessi að tala um að þeir sem foreldrarnir eru báðir til þess að fjárhagsaðstoð þá er svo mikla líkur að börnin festist í þessari sömu fátæktargildru. Foreldrar hafa ekki efni á að setja þau í frístundir eða fótboltaæfingar og ferðalög og allt þetta sem er kostnaður í. Þannig að það er fókusinn á börnin og styrkja tengslanett foreldra. Það er gert allt þetta áðurna mál, það er nóg mál þurfi ekki alltaf að fara svo langt að fara í barnavendavinnslu. Það er oft hægt að vinna miklu meira þarna áður. Þannig að þetta er fyrir einstæða foreldra en eins og staðan núna þá er þetta aðalega, ég held að þetta sé bara konur akkurat núna, þó þetta sé líka opið fyrir köllum líka. Ég nefnilega tók eftir því það var ritgerð ritgerð í háskólanum sem Selma Dögg Björgvinsdóttir gerði foreldrahlutverk aðstoð við foreldrar í fangelsum og það var svona verið að hvaða aðstoð eða ráðgjöf þeir fangar fengu meðan þeir voru í fangelsi til að takast á við foreldrahlutverkið. Þetta hefur kannski ekki verið mikið rannsakað að fjalla og þetta var mjög áhugavert og sýnir hversu nauðsynlegt það er að koma á stofnun barna fulltrúa í fangelsunum eða fangelskerfinu til að fylgjast einmitt með þessu því að þetta er, ég meina, við vitum alltaf betri tengsl við fjölskyldu, það bara hreinlega kemur í veg fyrir frekari glæpi, og þetta hlýtur að vera afar mikilvægt. Já, bara meiri stuðningu fjölskyldu þá líkur á þau bara farsæla aðlögun inn í samfélagið. Það er bara þannig. Og Tinnuverkefnið, þú þarft að vera með lögheimili
barnanna sem kannski ekki alltaf málið hjá þeim sem að koma úr afplánun en eins og í Grettistæki og öðrum stöðum þá erum við líka að reyna að styrkja þessi tengsl, kynnast fjölskyldu netinu og kortinu og áfangaheimilin okkar leyfa bæði að börn dvelja þar og umgengni, ekki að það hefur lögheimilegar heldur að þau komi í umgengni og heimsóknir. Hvað Yngvi, þú nú að kafna og hósta? Nei, ég er ennþá lifandi. Já. En hvað Hjálpræðisherinn hefur oft vilja að gera meira í þessum málum og oft verið með hugmyndir og verið svona að reyna að gera eitthvað. Hvað strandar á? Hvað er það sem þið viljið gera? Við höfum alveg lengi kallað eftir því að við haft áhuga á því. En allt spurning hversu mikið maður trana sig fram. Við höfum kannski áður fyrr ekki kannski verið duglegustu í því að koma kannski hugmyndum okkar á framfæri. En við viljum og við erum svona búin að stíga með svolítið eitt stórt skref í því að koma okkar okkar það sem við viljum aðstoða inn í sjálf fangelsin með því að komast inn í teymi hjá afstöðu sem að við erum alveg ótrúlega ánægð með og sjáum fram á það að vonandi fá það að þróast og kannski stækka hvernig sem að og við erum bara opin fyrir því hvernig það leiðir okkur á samvinnan. Og við en við vindum kjarnan vilja vera, við höfum alveg talað það og við höfum talað við afstöðu sambandi við eins og að vera með áfangaheimili en allt krefst þetta náttúrulega fjármagns og það er oftast þar sem það stoppar Já. Ég held að oft sé nú við öll með svona þessi velvilji en það bara það er að hvort sem það er dagsettu fyrir heimilislausa eða áfangaheimili fyrir menn sem að koma úr afplánun. Og þetta var náttúrulega, þetta virðist alltaf stranda á ríkinu, Ég held að sveitarfélögin vilji taka þátt eða eins og Reykjavíkurborg hefur haft frumkvæði á þessu hlutum eins og til dæmis með heimilisins, en ríkið einhvern veginn vill aldrei koma inn í það. Og ég veit að í Noregi að þar er það ríkið sem kemur til hjálpræðisins og biður að stofna þessi úrræði, en hérna þarft þú að fara til þeirra á suða, og mjög oft, og ég bara upplýði bara að það er oftast svona fyrir það er ekkit rosalegur áhugi, Nei, það þarf oft eitthvað, stundum þarf eitthvað að gera sem er bara mjög drastískt, því miður. En samt eru það svona eiginlega þessi félagasamtök sem að halda uppi allir þjónustu allstaðar einhvern veginn, Ég hef svona oft að hugsa hvað gerist ef að þriðjugeirinn dreifur sig bara tilbaka eða fyrir verkfall, það er samfélagið. Það er náttúrulega að reiða sig algjörlega á þetta. Ég meina Vernd er orðið 64 ára gamalt úrræði, þar sem að sérhæfingin er eingöngu í þess átt. Þannig að þar sem við erum að horfa á fjölskyldur og brotaþola meðal annars og þá sem að fara í fangelsi og á þessum árum sem ég er búin að vera mjög lengi, þá höfum við ítrekað reynt að sækja styrki út fyrir rann þess sem að hefur staðið okkur næst, þar að segja dómsmálaráðuneytið, samningar við Fangelsismálastofnun og Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg hefur rauninni alltaf verið svona, við höfum treyst mikið á Reykjavíkurborg, ekki fjárhagslega, heldur að vera með góð tengsl við Reykjavíkurborg, óháð því hvort að þeir séu tilbúnir að sjá úrræði því ljósi sem við erum að reyna að veita þeim þjónustu á, en þetta er stærsti hópurinn sem kemur í gegnir auðvitað úr Reykjavík og líkurnar á því að við náum að breyta því ferli sem einstaklingar eru í eftir að þeir hafa farið í fangelsi eru mjög góðir, eða það er líklegra til þess að þeir komi ekki aftur inn í kerfið, það sýna bara tölur hjá okkur. Þannig að við fáum aldrei neitt annar staðar. Það er alveg sama hvaða tillögur, öll svo vinna sem eru lögð í það að reyna að benda á, búa til hvata, reyna að sýna fram á, það er bara ekki hlustað. Og ég veit ekki hvort það sé vegna þess að við erum með þennan skjólstæðingahóp. Ég ætla að svo sé að hluta til.
að þetta sé annara og við höfum eins og Guðmundur hérna hefur vendur að berjast við þessi kerfi varðandi þessi 80 hérna sveitafélög sem er á landinu, Reykjavíkurborg lengst af, ríki og borg, Tryggingastofnun og erum enn í rauninni, það einn eftir að Vinnumálastofnun sem að við náum einhvern veginn ekki að beygja að þessum hluta mála að hætta að horfa á þá sem er á vernd sem fanga, því þeir eru það ekki og þeir eiga sama rétt og allir aðrir og það er í rauninni fáránlegt til að mynda að einstaklingar sem hafa verið á vernd eða eru á rafrænu eftirliti eða þeir missa vinnuna þrátt fyrir að hafa borgað öll gjöld og allt til þess sem að það þarf varðandi sko það að geta fengið atvinnuleysisbætur að hérna stjórnarskrávarinn réttur þeirra til þess að nýta sér þau réttindi sem þeir hafa lagt inn í sambandi við það að greiða skatta og skyldur séu teknir af þeim og það löngu eftir þeir eru hættir að vera í fangelsi og ekki fangar. Þetta er náttúrulega sorglegt en svona er ásýnd kerfana. Þetta er bara mannréttindabrot. Já, það er alveg klárlega það en við fyrir döfum veirum þrátt fyrir ítrekað, ég skal segja það ég ítrekað farið með málið, bæði til þeirra fyrir umboðsmann Alþingis og svo fram eftir göttunum, þá fæ ég bara ekki áheyrn. Þannig að það er svona skrítið. Já, það er bara svona er kerfið. En sko, síðan er reynda sko, það eru fleiri úrræði, það er hérna bjargráð, það er fyrir aðstandendur, ég verð að minnast á það. Það er sem sagt fjölskylduráðgjafar sem er á vegum bjargráðar en einhvern veginn styrkt í gegnum þjóðkirkjuna sem fær síðan styrk á félagsmálaráðuneytinu og hérna en sko ótrúlega gott úrræði fyrir aðstandendur. Þeir eru ekki sem sagt að sinna föngum heldur aðstandendur og við hérna auðvitað eru þau náttúrulega bara nýbyrjuð og eru að kynnast og reyna að vinna inn traust og annað og við höfum verið að senda til þeirra eða benda á þau mál og við sjáum að það verði líka meira í framtíðinni eftir því sem við þekkjum þau meira líka þá getum við meira treyst þeim og til að senda mál til þeirra og svo er það Rauði krossinn aðstoð eftir afplánun ótrúlega flott verkefni sem að ég verð nú bara að segja að við áttum stóran þátt í að setja á laggirnar af því að við sáum þetta í Noregi og Danmörku og vorum að þrýsta á Rauða krossinn hér og segja bara hei, á hverju gerir Rauða krossinn ekkert fyrir fanga eða og endanum komum við með þetta úrræði og við höfum verið þar í fagræði frá byrjun og þetta er alveg frábært úrræði og er að byggjast alltaf að vera meira og meira og hérna en að því að ég er að minnast á Rauða krossinn og þá er hérna glæný rannsókn frá Noregi þar sem að Rauði krossinn er í samstarfi við varðandi þessa rannsókn og þar kemur í ljós að hver og einn snýr af glæpabraut eftir fangelsi sparar ríkinu 13 milljónir íslenska króna á ári ekki bara eitt skipti skilur þannig að hérna, þetta er svo augljóst vinningurinn ávinningurinn að hérna að fá fólk til að taka þátt í samfélaginu og læra og fara að vinna og gera þetta er svo miklu peningar en það er ekki verið að horfa á þetta hér. Nei, þetta fólk átti bara ekki á því. Nei. Þetta er ekki bara ábyrgð fyrirtækjana, stofnana og sveitafélaga, þetta er líka ábyrgð okkar allar sem erum í samfélaginu. Við þurfum að vera tilbúin að með okkur í vinnu komi fólk sem er með aðra reynslu og bakgrunnin við. Við þurfum að taka vel á móti. Já, ég menna að það er nú reyndar sko, ég ætla nú, má ekki gagnrýna Reykjavíkurborg of mikið það sem ég er að vinna þar en sama, Reykjavíkurborg hefur rætt við okkur í afstöðu einmitt virkni og vilja komast í einhvern fyrirtækjabanka til að finna fyrirtæki sem vilja taka fanga eða fyrirhandi fanga í vinnu og við höfum einmitt spurt þessar spurningar, hvað ætla Reykjavíkurborg að taka marga í vinnu? En þá hafa þeir ekki viljað gera það, þeir vilja bara koma svo á önnur fyrirtæki af hverju ættu þau fyrirtæki að taka fyrirhandi fangavinnu ef þeir vilja ekki gera það sjálf Reykjavíkurborg þarf að vera fyrirmynd í þessu við erum einn stærsti vinnustæðurinn bara á landinu þannig við þurfum að vera fyrirmynd í þessu sannarlega og ekki bara fyrir fyrirhandi fanga við þurfum bara fyrir jaðarsetta hópa það er fullt af fólki sem að treystir sig til að vinna þó sem ekki 2 tímar á dag eða 2 daga í viku eða skilurðu eitthvað svona og við þurfum, samfélagi verður að vera tilbúið til að taka fólk í vinnu og prófa þetta áfram. Við höfum gert þetta hjá hernum sko, í gegnum tíðina sko.
Við erum náttúrulega, að þú tala um Rauða krossinn sko, Rauða krossinn er okkar helsti bakhjarl í endurhæfingarúrræði fyrir dómþola, verndar og og það samstarf hefur verið alveg rosalega gott. Við vorum náttúrulega í samstarfi við Samhjálp, því miður þá stoppaði það og það er bara mjög mikið miður að áratuga langt samstarf við Samhjálp hafi farið einhvern veginn á aðra leið. Nú erum svona eins og Hjálpræðisherinn sko, þeir eru náttúrulega með eldhús og Við höfum verið með fólk sko sem er í þá samfélagsþjónustu. Já, við erum þá kannski eins og var hjá Samhjálp, þá voru alltaf 1 eða 2 eða 3 frá okkur sem mættu á morgnana og voru að læra að elda og hjálpa að bera fram eða ganga frá og svona. Getum við komið á þessum samningum hérna í... Hérna, bara klárlega, þetta með blaðið, ég veit penna. Nei, sko, þetta er bara partur af þessu sko, því að það þarf að hjálpa þeim að fá betri sjálfsvinning og betra sjálfsmat og þegar við erum með fólk sem er eins og þið hafi alltaf verið, við höfum alltaf náttúrulega að þekkja herinn náttúrulega. Það var nú hérna í gamla dagi, það var með jólamatinn. Já, sko, það var í 50 og eitthvað ár, þá var, í upphafi var það þannig að Vernd var með, aðfangadag var svona jóla skemmtun Verndar, sem var síðan Verndar og Hjálpræðishersins og alltaf klukkan 6 þá voru pakkar og matur og súpa og allt þetta lengst af. Síðan held ég að hún hafi heitið Anna sem hann lést í slysi upp á fyrir vestan sko. Hún var okkar helsti tengiliður og þá fór þetta allt í að rugga einhvern veginn og súpan og þetta sem við stóðum alltaf að í öll þessi ár, þá fór það einhvern veginn og tengslinn svona aðeins og rofnuð, en við höfum svo sem alltaf verið í samskiptum frá þessum tíma. Hvað það er mikilvægt, þú veist, 50 ár eða eitthvað, það var Hjálpræðisherinn og Vernd alltaf með jólahald á aðfangadagskvöld og kom alltaf á forsíðu Morgunblaðsins og þótti rosalega flott fyrir þá sem voru veglausir eða heimilislausir í Reykjavík og En síðan hefur bara, þetta hefur breyst. Já. Náttúrulega bara eins og með bara heimilislausir, það var ekki þurft endilega að fara út og fengið jólamat bara beint á skýlið, sem er alveg, ef ég væri í þessari aðstöðum, því frekar kannski kjósa það, heldur en að vera þurfa að labba eitthvað eins og yfir á hér eins og þeir gerðu hérna áður. En ég held að samt að við mætt fólk líka sem var í rauninni kannski bara í einmannaleika, því við erum fullt af fólki sem bara hefur ekki alveg færni til hlutanna og sækir þá kannski á þessa staði eins og vann í Kastala. Við vorum komin upp í 70 manns sem sjálfboðaliða, af því það var bara þessi hópur mann sem er fráskilinn og bara stendur illa og stendur bara er ekki með börnin sín þessi jól og hefur ekkert að gera. En Hjálpræðisherinn er samt að koma og gefa páskaegg inn í fangelsinn, gefa jólagjafir, alls konar hluti sem að er alveg, ómetanlegt sko. Þannig að það er takk fyrir það. En við vildum alveg þú veist, við höfum alveg sko, okkur langar að gera meir. En að því að við höfum bara klukkutíma eftir það er spurning sko að við förum að ljúka þessu en hvað myndu þið vilja sjá gerast í þessum málum, það sem tekur við föngum eftir afplánun? Yngvi, hvað vilt þú sjá? Minn draumur er náttúrulega að geta verið með það sé prógram sem að ekki byrjar ekki endilega þegar að þú ferð út, heldur þegar þá er ég aðalega að tala um kannski þá menn sem að það fólk sem ekki kemur á vernd, að það sé samt eitthvað annað sem að er þá heimili, húsnæði og utanumhald og sem að býður þeirra þegar og það er búið að skipuleggja það byrja kannski að skipuleggja jafnvel mánuðum eða ári fyrr, þannig að þú veist að hverju kemur og það held ég muni líka hjálpa mönnum að minnka þennan þessa streitu og þetta bara þessa hræðslu við það að fara úr fangelsi.
akkurat það er mikil óvissa í kringum þetta, myndi að hafa ekki neitt öryggi eða neitt eða tekur ekkert við þér, þá ertu bara að fara í sömu iðju og þú hefur kannski þekkir. En við erum alltaf í þróun og viljum bæta okkur líka og eins og segir, ég er mjög sammála, það er náttúrulega þessi hópur sem kemur ekki á vernd og það er kannski meiri stuðning varðandi atvinnuleit, það er bara svona, það bara allt er komið fyrir utan þjónustumiðstöð, ekki með neitt plan. Þannig að hvernig getum við, jafnvel komið fyrr inn í, þú veist, ekki alltaf þetta sveitafélagríki, heldur bara hvernig getum við vitum hann að koma út. Getum við farið inn fyrr, byrjað að undirbúa, þú veist, hvað tekum við, varandi vinnu til dæmis. Byrja forvinnuna, byrja að gera fyrirskrá, byrja að fá og heyra bara áhuga hvötina, hvað langar að gera og kannski fara að byrja þetta ferli þannig að þegar þú kemur út þá er svona herðu, ok, það er bara að vinna tilbúinina fyrir þig. Og samhliða alltaf húsnæði, það verður alltaf að vera þessi grunnur. En það er svona sem ég sé fyrir mér að það verði ekki þetta bil á milli þess að þú kemur út og þá getur eitthvað gerist. En sko eins og í Danmörku að þar er þetta lögbundin skylda sveitarfélagana að undirbúa fanga fyrir losun út í samfélagi aftur. Og þar eru öll sveitarfélög landsins sem taka þátt í sameiginlegu verkefni og með aðsetur á einu stað reyndar en þau fara inn í öll fangilsin og víst bara leið og ert komin í gæsluvarðhald þá er komin félagsráðgjafi til þín eða sálfræðingur og það er þú átt þinn félagsráðgjafa. Þannig að það er svolítið öðruvísi heldur en er hér sko. Þannig að ég hefði viljað sjá þetta lögbundi líka af því að þetta er bara og þegar upp er staðið þá munum við sem samfélag hagnast að þessu. Fyrir utan einstaklingi bara per se munum þetta hafa bara skilað sér í þjóðfélag okkar, betra þjóðfélag. Og allar jákvæða breytingar að smita jafn mikið út frá sér og neikvæð hegðun gerði. Þegar fólk er í óhæðleika og neyslu þá smittar það út í samfélagið og til fjölskyldu en það er jákvæða sem gerir, það smittar líka og hefur áhrif á börnin og fjölskylduna og allt í kringu þig. Þannig að við verðum að horfa á það líka. Þráinn, þú ert með að loka orðin í hvað þú vilt sjá. Ég er bara, með þess að tölu sem að tala um 13 milljónir sko, það kostar nú ekki nema 12 milljónir að hafa einn mann í fangelsi sko, komi hann inn á vernd eða fara út í samfélagið og verði þjóðnýttur í slíku að borga skattaskyldur og sogar ekki út eitthvað frá Reykjavíkurborg sem óæskildi og svona, þá sjáum við bara hvað eru margföldis áhrifin af því að fá fólk í bata út úr endurhæfingu eða notið einhvers konar meðferð inn í fangelsunum. Það er náttúrulega, það er auðvitað hægt að breyta ansi mörgu í þessa átt. Þú veist, það er þetta í rauninni, þú veist, þessi samþætting okkar, tala ekki það sem við höfum búin að tala um í mörg ára að færa ábyrgðin á sveitafélögin. Ef að Jón kemur í gæsluvarðhald og hann er af Akranesi, þá er bara lögbundin skylda þeirra sem þar eru að þjónusta hann eins og hann væri bara upp á Akranesi. Þetta hefur ekki enn komist í gegn. Og það þarf auðvitað að bæta innviði fangelsana. Það þarf að breyta það verður ekki nóg að byggja bara fangels á Litla-Hrauni. Það þarf að bæta hvað er boðið upp á inn í fangelsunum. Og það skilji ekki alltaf í þessu. Þú byggir eins og Hólmsheiði og Hólmsheiði hefur í rauninni ekkert reynst rosalega vel. Átt að vera fangelsi fyrir konur. Ég meina það geti ímyndað eitthvað fyrir konu að taka út fangelsistóm til margra ára. Það er bara ekki hægt. Þannig að auðvitað er þetta að bæta, lengja tíma, fækka dögum í fangelsi, nota rafrænt eftirlit meira, heldur en gert er. Menn fari ekki í fangelsi, heldur taki rafrænt og svo fram til góðum. Það er þetta að breyta, en það skortir oft ekki á hlustunina eða skilningin, það skortir svolítið á framkvæmdina. Menn sjá auðvitað þetta í góðu ljósi þegar það tali, en það er einhvern veginn eins og maður sé alltaf að tala sömu hlutina aftur og það gerist ekki neitt. Og það er það sem maður er eiginlega leiðastur yfir í allir þessar vinnu sem við verðum að leggja til, allir fundirnir og allt það sem gerist í þessu, það er einhvern veginn að maður er alltaf einhvern veginn að tala sömu málin og það gerist ekkert. Nei, ég er sammála því, það lítið gerst í nefndum og annað, en talandi það að nú er á að fara að endurskoða lögin fullnustu og það er komið í samráðsgátt fólk sem ef að fólk eða almenningur eða félög vilja sitja athugasemdir varðandi hvítbók, held ég, eða grænbók. En það er ekkert allir sem vita hvað grænbók en mér skilst að það sé í raun og veru þarfagreining, hvað er að í kerfinu. Og það má endilega, og ég hvet alla til að fara á þessa samráðsgátt og setja inn athugasemdir, hvað er að kerfinu.
og svo í haust að þá kemur líka inn í samráðsgátt stefnan í fangelsmálum. Það má líka, held ég, almenningur og félög og að setja inn hvað þau vilja að sé stefnan, og svo verður reyndar ekki byrjað að vinna í frumvarpinu sjálfu fyrir bara einhvern tímann næsta vor, skilst mér, sko. Þannig að þetta allavega komið í samráðsgáttina, þetta allavega að byrja, en ég held að sé alveg ljóst að þessi ríkisstjórn ekki að fara að leggja fram frumvarp breytingu. Það bara of seint, það bara allt of seint byrjað á þessu. En mér langar að minnast einu svona enn á vettvangsteymi afstöðu, af því ég svo stoltur að því, en í ljósi atburða í fangelsunum undanfarið, þar sem að hefur leitt jafnvel til dauðsfalla, að vegna kannski að má rekja til kannski vöndunar á heil bakvakt eða heilbrigðisþjónustu í bæði venjulega heilbrigðisþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu. Við erum að tala um staður sem með fjölda manns sem eru bara andlega og líkamlega veikir og þurfa aðstoð. Og þá hefur ekki verið neinn bakvakt, og sem er auðvitað ekki alveg í lagi. En afstaða með alla þessa þekkingu og fagþekkingu sem í boði, óbóðslega mikla reynslu og traust við skjólstæðingana, að við höfum boðið heilbrigðisráðherra að nýta vettvangsteymið á bakvöktum tímabundið ef þeir vilja. Ég veit ekkert hvort þeir munu taka þessu, en auðvitað er þetta náttúrulega líka liður í að við getum ekki setið bara hjá og gert ekki neitt. Við getum ekki mist fleiri og við en þetta er auðvitað okkar aðferð líka við að þrýsta á að það verði gerðir samningar og það verði gert sem allra fyrst. En Ásdís er ekki með okkur í þessu þætti, það kom eitthvað upp á, en hún verður vonandi með okkur næst og við saknum hennar. Þetta er búið að vera bara fínasti þáttur og Yngvi og Dóra og Þráinn, ég þakka ykkur fyrir að koma og ég gleymdi að kynna mig áðan, ég heiti Guðmundur Ingi og þakka kærlega fyrir. Takk.